Geirivert, þetta svona í fyrsta skipti sem ég sé þig ekki þunnan svona mótnana. Finnurðu fyrir meiri spennu á keppnisstað? Já, það mikið spenningu núna. Telurðu þig eiga betri möguleika þegar þú ert ekki þunnur og sér svona skýrt? Já, þetta verður alveg allt öðru sér núna. Það verður svona baráttu fyrstu 5-6 sætin allavega. Í fyrra lendir í vandræðum þegar að servisiðin var orðin svo fullur og þeir voru allir dauðir bara fyrir hádegi. Ertu eitthvað búinn að reyna að þurrka hann upp? Já, það er búið að laga hann alveg helling síðan þá. Nú ættir ekki að lendi í svipuðu vesinn í dag? Skulum allan reyna að ná 2 brautum. Gangið þér vel. Takk fyrir. Þór, nýr bíll hjá þér, hver á árangurinn að vera í sumar? Já, klárlega það sem hann hefur verið á þessum bíl. Það er bara 1, 2, 3. Já, Elías, hvernig líður þér eftir gærdaginn? Ertu alveg keppnisfær eftir svona mikið fyllir í? Ég er þokkalega vel stendur, það lítur vel út. En hvernig gekk fyllir í því gær? Menn segja mér að þú hafi bara dottið í blackout. Já, það er blessuð blíðan í dag. Þetta gekk hörmulega. Þetta er bara dagur sem maður hendur aftur fyrir sig og heldur áfram. Og já, annarsættið á Hellu, hvað þarf að gerast til að ná þér fyrsta hér? Já, það er bara betur ökumann held ég. Þetta var bara ökumann síðast. Getur ekki gert betur? Já, ég ætla að reyna það. Já, við erum svona búin að fara í sjálfskoðun og vonandi, ef bíllinn bílar ekki, þá vonandi stöndum við undir þessu. Geir, hvernig hefur gengið að halda servisnum frá áfenginu hérna á Akureyri? Þetta er gengið alveg allt í lagi. En nú getur allt gerst svona upp á hádeginu? Það getur allt gerst núna. En nú er klukkan orðin 12, er servisinn ekki orðin blind fullur? Nei, hann er í góðu lagi núna. En segðu mig Geir, fer eftirmiddagurinn bara ekki í það að halda bjórnum frá þínum servismönnum? Jó, það verður að vera. En nú sé ég töluvert af bjórkossum hann fyrir aftan þig. Já, það er allavega 7-8. Og það á bara að gefa þetta allt eftir hádegi? Já, það verður að vera. Gangi vel. Takk fyrir.